Já, Og senda það fyrir YouTube. Já, fyrir YouTube. Já, sem sagt, ég var að hugsa hvort að, og ef þú ættir einhver fleiri jafnvel, að því að já, ég var að safna saman það sem að virkaði. Ég þarf nú einmitt að senda þér og Fróða fyrirspurn hvort að ég megi setja á námsnetið, þar sem þið eruð í mynd allan tíman líka. Já, það er alltaf lagi mín vegna, sko. Ég Já. held að það svolítið saman líka. Já, Sko, öll myndböndin sem hafa verið tekin upp hafa vistast inn á Teams bara ókei. og ég held þú getur downloadað þeim, sko. Sko, já, ég er nefnilega að fæ alltaf mín send bara í tölvupósti, hvað ég tek upp. Já. Já, og svo var ég að leita að hinum og mér fannst þau eitthvað þegar hverfa, en ég er þá bara inn á spjallinu. Já, þú verður bara þarna, þau eru merkt sem sko replies, eins og þú verður að svara spurningu. Já, Svo þú verður að opna þau þannig, sko. Allt í fína, heyrðu, ég finn út úr því. Takk fyrir, en þá tekur þú upp þennan tíma og pinnar mig. Ég get sendt þér tölvupóstinn bara sem ég fæ síðan. Já, til að gera mig lífið aðeins auðveldara. Heyrðu, takk fyrir. Þá bara byrja ég fyrirlesturinn. Við vorum komin í gær á þann stað þar sem við ætlum sem vorum bara að fara í gegnum þessar reglur fyrir stillingu oxunar- og afoxunarhvarfa. Voru ekki 4 stig? Hvað segið þið? Voru ekki 4 stig? Jú, við vorum búin sem sagt með 4 og ætlum núna að fara að í rauninu þar sem að þetta svona, 4 stig einmitt sem að var sameiginlegt með hvörfunum. Síðan skiptist þetta í tvennt frá því þegar við erum með í súrri lausn. Efnahvarfið fer fram í súrri lausn og síðan í basískri lausn er þá hinn möguleikinn. Og þetta er í rauninni þetta eru 3 aðgerðir í viðbót í báðu tilfelli. Og þá ef að þið erum með súra lausn, þá erum við með í 5. lagi að við stillum fjölda súrefnisatóma sitt hvoru megin. Þannig að það er fjöldi súrefnisatóma stilltur með vatni. Þannig að við byrjum á því að nota vatn til að stilla fjölda súrefnisatóma öðru hvoru megin við jöfnuna. Síðan í 6. lagi, þá þurfum við, nú erum við að bæta út í H2O, þannig að H er komið þarna inn í jöfnuna aukalega. Þá þarf að bæta við H+, að þetta er súrlaust, þá er það á því formi. Þannig að við getum sagt sem sagt að fjöldi stilltur með H+. Þannig að þarna bætum við H+ til þess að laga þetta. Og síðan í síðasta lagi, núna er efnahvarfið stillt, en í síðasta lagi þá þarf að athuga hvort að þetta sé rétt. Og þá er það þannig að hleðsla báðu megin, hvarfefna og myndefna megin á að vera svo sama. Þá er það bara sem sagt tékkað hvort hleðsla sé svo sama báðu megin. Þessu á ég við að ef að þið eru með eitthvað bara svona einfalt efnahvarf að ef að ég væri með Na++ HCl öðru megin og síðan væri ég með já, ég er nú reyndur að taka kannski afstæðlegt dæmi að segjum þá fáum við bara NaCl+
að það sem maður að athuga hérna, ok, hérna 1 plús, hérna ekki neitt, þannig að það plús hérna megin og sama hér, ekkert hérna en hérna ég með 1 plús. Þannig að við erum bara að passa það að það hvort sem að hleðslan og þetta þá samanlögð hleðsla, hvarvetna megin, hvort hún sé jöfn samanlagður hleðslu myndirna megin. Í seinna tilfellinu, þegar lausnin basísk, þá byrjað á því að stilla þessa hleðslu. Þannig að þá tekur maður það skref að stilla þessa hleðslu báðu megin með því að bæta út í OH- eða hydróxíðjónum. Hleðsla stillt. Ætti þetta ekki að vera númer 5? Jú, takk fyrir. Jú, 5. Hleðsla stillt með OH- og í 6. lagi þá þurfum við að stilla út hérna nú og svo það fjöldi súrefnisatóma sem stilltur. Þannig að fjöldi O-atóma hann stilltur með því að bæta við H2O eins og hérna í 15. H2O og að lokum í 7. lagi þá búið að stilla efnajöfnuna en nú þá á að ganga upp að hérna það séu jafnmörg vetni báðum megin. Hérna erum við sem sagt með 1 vetni hér, 1 vetni hér, þannig að þetta verður stillt með tilliti til þess. Þannig að tékkað hvort að fjöldi hérna H-atóma jafn báðum megin. Þetta ætla ég að taka burtu. Og þar með, ef það rétt, þá búið að stilla efnajöfnuna. Og ég ætla að taka hérna, það eru 2 efnajöfnur hérna sem ég ætla þá að fara í gegnum. Annars vegar var það nú svo sem við byrjuðum á í gær. Og hérna, það ekki að skipta blek fyrst. Svona. Það var það dæmi sem við byrjuðum á, þar sem að ég var með silfur, plús SO4 2 mínus. Þetta varð að SO2 og silfur. Og ef við förum bara þá í hérna snatri gegnum þessi skref eins og ég gerði í gær, þar sem að við finnum hérna oxonatöluna, plús 1, þetta var hérna -4 og útkoman -2, þannig að hérna var, já þetta er sagt -8, þetta var þá plús 6, -2 sinni 4. Já, plús 6, já. Í gær Já. var það ekki óhlaðið þarna fyrsta silfuratómum? Jú, heyrðu, takk, það eins gott að það eins og hérna, það breytist ekki hvort ég niður í MR eða hérna heima, það þarf að fylgjast með mér. Það rétt, þetta var 0, þetta getur skiptir mjög miklu máli. Hérna vorum við með plús 1 og hérna með þá plús 4 fyrir brennistein, samkvæmt þessum oxonarreglum. Síðan var farið út í að finna breytinguna, ekki silfur í brennistein, heldur silfur í silfur
og brennisteinn í brennistein. Og hérna vorum við þá með 0 og upp í +1, þannig að þarna missir silfur eina rafeind. Og hérna förum við frá +6 niður í +4, þannig að brennisteinn fær 2 rafeindir. Og afoxar sem sagt. Og þá var þetta síðasta skrefið var það ekki. Það var sem sagt að margfalda þá. Þetta þar sem bara 1 rafeind með 2 til þess að séu jafnmargar rafeindir sem að afoxunarhvarfið fær eins og oxunarhvarfið missir. En þessi 2 þurfa þá líka að koma fyrir framan viðkomandi efni. Og vorum eftir að komin hingað var það ekki síðast. Síðan hérna þurfum við að lagfæra þá fjölda súrefnisatóma. Ég ætla að taka oxónatörurnar í burtu. Við erum búin að nota þær. Og sjáum hérna, þá að hérna erum við með 4 sinnum súrefnisatóm. Hérna erum við með 4 súrefnisatóm. Hérna með 2. Og reglan svo að við bætum við H2O til þess að fjöldi súrefnisatóma sé jafn báðum megin. Þannig að hérna þurfum við þá að bæta við 2 H2O til þess að ná þessum 2 súrefnisatómum sem að vatn. Og þá þetta búið að setja vetni inn í dæmið öðrum megin. En þá fjöldi vetnisatóma stilltur með H+. Og hérna erum við komin með 4 vetnisatóm. Þannig að þá myndum við bæta við 4 H+ hérna megin. Og þarna erum við þá komin með 4 vetni þar líka. Og núna, sem sagt, að því ég búin að fara í gegnum þessi skref, þá á hleðslan að vera svo sama báðum megin. Tékkum á því, þannig að taka þetta hérna í burtu. Og finnum þá hér að hérna erum við með hleðsla hvarfefna megin, þá erum við hérna með 4+ og 2-. Þannig að til samans þetta 2+ væri hleðslan hvarfefna megin og svo erum við hérna með 0 sinnum 1+. Þannig að hérna megin erum við líka með 2+. Og úr því að þetta gengur upp, þá þýðir það að jafnan rétt stillt og við erum búin að stilla þá þetta oxónar-afoxónarhvarf. Ég ætla svo að taka þá í framhaldinu. Ég ætla kannski að gefa ykkur sens á bæði að spyrja eitthvað og skrifa niður. En ég ætla ekkert að stróka þetta alveg strax og ég ætla að fá mér 1 kaffibolla bara. Sjá. En í þessu dæmum alltaf tekið fram hvort að þið eru með súra eða basíska lausn. Það þarna á dæmablaðinu sem að aftan á þessum reglum sem að ég var að fara í gegnum, sem ég setti inn. Þá ég með hvernig þetta nú, þessar reglur sem að og það dæmi hérna aftan á sem að ég bjóð til sé bara dæmablaðið fyrir ykkur. Bara skrifa það upp svona með þessu venjulega hætti. En í þessum dæmum hins vegar, aftan á blaðinu, þá ekkert alltaf gefin upp basísk eða súr lausn, heldur á maður að fatta það af því að það NH3 til í einhverju dæmi og það daufur basi og þá, já, ok, þetta basísk lausn og einhvers staðar HNO3 eða HCl eða eitthvað. En þið þurfið ekki að hafa áhyggjur af því að hjá ykkur þá fáið þið alltaf gefið að það hvort það súr lausn eða basísk lausn. Þannig að þið eigið ekki að þurfa að velta því til.
Heyrðu, má ég stroka þetta út núna og setja upp basadæmi í staðinn? Það ekkert svona langdregið nei, þá bara geri ég það. Hérna ég á mér dæmið fyrir neðan sem að O3 mínus og hérna erum við með gull, hvorki meira né minna, au og þetta verður að gull hérna 3 plús þetta bara bismúð. Allavega, það þá 3 plús líka og síðan erum við, já, þá þetta komið. Hérna myndi maður þá byrja á því að finna oxonatölunar. Þetta sem sagt hérna erum við með 0 af því þetta hérna frumefni. Hérna erum við bara með hérna sem eru þá í sjálfri hérna atómjóninni, samúr hleðslan. Hérna erum við svona með súrefni sem þá 3 sinnum -2, útkoman -1. Þannig að þetta hérna myndi vera +5. +5 -6 sama sem -1. Þannig að hérna sjáum við að fyrir bismúð sem ég reikna með þetta sé, að það séu fara frá +5 í +3, en fyrir gull erum við að fara frá 0 og upp í +3. Þannig að Be og gull. Við látum við vita ef það sest ekki almennilega hérna niður á töfluna. Hérna byrjum við í +5, en +3. Þannig að hérna erum við að fara, hérna það þá að missa 2 rafeindir. Þannig hérna það -2 E-. Þetta oxonahvarfið. Gull hins vegar fær 3 rafeindir. Nei, hvað ég að bulla? Þetta fær 2 rafeindir. Þetta svona aðalhættan hérna hjá mér. Að við förum frá +5 niður í +3, þannig að það 2 rafeindir komið inn til að minnka hleðsluna. Síðan förum við hérna frá 0 og upp í +3, þannig að hérna hefur gull mist þá 3 rafeindir. Orðið að plúsjón. Og hérna þarf síðan að passa að þetta séu jafnmargar rafeindir, þannig að við erum hérna með 2 og 3. Þannig að við þurfum að margfalda með þessum stuðlum. Þannig sem að við finnum þá annan samnefnara eða sem væri þá 6. Að hérna þurfum að margfalda með 3, hérna með 2, til þess að það séu þá 6 rafeindir sem eru í oxonahvarfinu og afoxonahvarfinu. Og út úr þessu kemur þá 2, það þá 2 hérna fyrir framan og 3 fyrir framan gullið. Nei, ég hérna stórhættuleg. Það bismúð var 3, það 3 fyrir framan það og 2 fyrir framan gull. Þannig að hérna erum við þá komin með búið að stilla með tilliti til rafeinda. Þá komið að því að stilla hleðsluna. Ég ætla að taka burtu núna þessa oxonatölurnar
og skoðum þá hver hleðslan er. Hérna erum við með 3 sinnum -1 hérna megin og svo bara 0. Þannig að hérna væri það 3 mínus, 2 3 plús, plús 3 sinnum 3 plús. Er það ekki? 3 sinnum 3 plús. Þannig að hvað er þetta ekki þá 15? 9 plús 6. Þannig að þetta væri plús 15 og þetta þýðir það að til þess að jafna hleðsluna, og það gerum við með OH mínusjónum, að þá þarf að auka mínusin hérna megin 18. Þannig að þetta ekki láta ykkur bregða þá tölurnar verði aðeins hærri heldur 2 og 3. Hérna myndum við þá fá að þegar við höfum plús 15 og við þurfum að koma þessari hleðslu niður í -3 með því að setja OH mínusjónur úti. Þannig að við segjum plús 18 og H mínus. Og þá erum við búin að segja plús 15 mínus 18 er sama sem mínus, já. Það reyna að velja með ásetta þetta alltaf á eftir að við erum að tala um hleðslu, þannig að þetta er sem sagt 15 plús 18 mínus og þetta verður 3 mínus. Þannig að nú er búið að stilla hleðsluna. Og þá er að passa fjöldi súrefnisatóma sé stilltum, ekki að þetta er jafnmörg súrefnisatóm báðum megin. Hérna erum við með 18 súrefnisatóm. Hérna þarf ég að passa mig. Hérna erum við með 3 x 3 eða 9 súrefnisatóm. Þannig að hérna eru 9 og mismunurinn er þá væntanlega 9, er það ekki? En að þá þarf að bæta hérna fyrir framann, að þetta er fjöldi súrefnisatóma er stilltur með H2O, að þá bætum við hérna 9 og það var H2O. 9H2O, annars hefur við farið að rugla hleðslunum upp aftur. Þannig að hérna kemur þá stilling á fjölda súrefnisatóma og núna á fjöldi vetnisatóma að vera jafn. Og við erum hérna með 18 vetnisatóm, 18 sinnum H hér og hérna erum við með 3 x 9 eða 18 H líka. Þannig að þetta er búið að stilla þá fjölda súrefnisatóma. Þessi dæmi, ég held að það eina sem að þið geti gert og náttúrulega og ég líka, er að reikna eða fara í gegnum bara slatt af svona dæmum. Og það er dæmablaðinu sem ég lét ykkur fá, þar eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dæmi sem að öll eru með lausnum líka. Og við erum með, og svo komið það dæmablað líka frá MÁ, það sem að var alveg hellingur af dæmum líka. Sem að ég á svo eftir að reikna og gera lausnir úr. En ég var að hugsa hvort að það sé þá ekki bara sniðugast að klára tíman að taka þarna fyrstu dæmin til dæmis, A og B, 4AB sem er þarna aftan á dæmablaðinu. En Ragnheiður, Já. Ég var að spá. Þú veist, viltu ekki að við skrifum ástandin á efnunum, skilur, L og AQ? Sko, ég hef ekkert á móti því. En það virðist vera í þessu dæmum allavega sem að Skarphéðinn tók saman, þá sleppti hann því. Ok. Þú veist, örugglega bara til að spara pláss eða eitthvað, ég veit ekki hvað. En nei, þannig þið þurfum allavega ekki að hafa áhyggjur af því. Nei. Ég ætla þá að taka burtu bara þetta efsta. Núna eru þið væntanlega með reglurnar hjá ykkur.
Svona. Skil hvarfið samt eftir. Eitthvað reyna að festa þessa töflu betur. Jæja. Og tökum hérna á þessu dæmablaði. Hvaða dæmablað er þetta? Heyrðu, þetta er dæmablað sem að ég held ég hafi sett það inn á námsneti hjá okkur sem er þá dæmablað 20, hvort það er 21 til 2 sem að væri þá inn á námsnetinu. Ég veit ekki hvort að ég get hérna, en það er Getur þessi 21 til 21.1? Nei, ég myndi segja að væri 21 til 22. Þetta væri sem sagt úr fyrstu 2 köflunum úr hérna 20. kafla, sem er í rauninni bara oxunatölurnar og síðan að stilla efnajöfnur. Ok. En ég ætla að skrifa þetta hérna bara dæmablað 21 til 22, svo við miðum við auðvitað hérna kaflan í bókinni, þar sem þessi 22 kafli er þá bara ígildi MR aðferðarinnar. Eða öllu heldur MR aðferðin er ígildi þessa kafla. Við ætla að taka dæmi 4. Fyrstu 3 dæmin eru bara að finna oxunatölur og ég ætla ekki að fara í það en hins vegar eru útreikningar til allir á lausnunum sem ég setti inn og vísa síðan þá á þetta upprifjunar YouTube myndband sem ég gerði úr kafla 4.4. Þar sem var verið að fara í gegnum slatt af dæmum. En auðvitað er það náttúrulega undirstöðu atriði að finna það. Hérna er dæmi 4a og það er tekið fram að þetta sé í súrri lausn. Þau eru hérna H2S, já, það kemur hérna, já, það er fínt að taka A og B. Hérna erum við þá með NO3 pluss H2S gefur þetta er það sem við fáum út. En sem komið er ekki komið þar sem að maður þarf að stilla eitthvað í upphafi. Hérna erum við með súrefni og vetni í þessu dæmi eru bara notuð til að stilla. Þannig að hérna erum við með 3 sinnum -2 til samans er það -1. Þannig að nitur hefur þá oxunatöluna +5. Vetni þegar það er með málmleysingum, þá erum við alltaf með oxunatöluna +1, já. Og síðan sinnum 2. Þannig að við þurfum að hafa oxunatöluna -2 fyrir brennistein. Hérna er oxunatala brennisteins, hér er 0 af því þetta er frumefni. Og fyrir vikið myndi vera klúster. Já. Frá. Það ég að vera við sirkot litin bara til að rugglast ekki eins og áðan. Bara hérna frá. Og svo getum við að skrifa þá þessar oxunatölur hérna. +5 yfir í +2. Þannig að hérna er nitur að missa 3 rafeindir. Þau stoppið mig af ef ég er að gera einhverja vitleysu. Hérna förum við síðan frá plus og hérna myndi ég þá segja 2 sinnum +1 af því að ég er með þessa 2 hérna. Fyrirgeðu, ég er ekki að tala um H, ég er að tala um S. Það er hérna -2, það er greinilega mjög andvaralaus hérna og í 0. Þannig að það sem að gerist hérna er að brennisteinn fær 2 rafeindir. Og hérna erum við þá komið með sama og áðan að það eru sem sagt 2 og 3 sem þarf þá að margfalda með 2 og 3. Til þess að séu þá 6 rafeindir báðum megin. Og þá myndi maður segja að þetta er margfaldað með 3, þá fara þessir 3
fyrir framan þar sem S er og þessi 2 þá fyrir framan þar sem að niður er. Þannig að hérna erum við þá komin með þessi fyrstu 4 skref jöfnunar. Þá tek ég burt þessar oxunartölur. Ég veit að þið eru ekki með töflu hjá okkur sem þið geta alltaf strókað allt út af, en þá kannski getið nýtt plássið betur en ég. Og síðan, af því að þetta er súrt, þá förum við og bætum við H2O. Hérna megin erum við með 2 súrefni. Hérna erum við með 2-3 eða 6 súrefni. Og þið stoppið mig alltaf ef ég fer að gera einhverja vitleysu. Þannig að það þarf að bæta 4 súrefni við, sem er þá +4 H2O. Síðan er vetnið hérna stillt með H+. Hérna erum við komin með 8 vetni. Hérna erum við þegar með 2-3 eða 6 vetni. Þannig að þá á bara þurfa að bæta við hérna 2 H+ hérna megin. Já, ég ætlaði nú að skrifa hérna sem sagt að með þessu þá erum við búin að bæta við náttúrulega, þannig við erum komið 4O, þannig að hérna er 2 + 4 eru 6. Hérna eru 8H, 6H voru til stafar og svo bætast við 2H, þannig að það eru komið 8H báðum megin. Ég er ekkert eftir að sjá að hleðslan gangi upp. Og það er alltaf hérna, ég er alltaf hálf stressuð, sérstaklega þegar ég er að gera þetta fyrir framan bekk, að það gerist. En hérna erum við þá með 2+, 2-, sem er þá bara 0. Og hérna erum við ekki með neina hleðslu. Þannig að það gengur upp. Ég tek þetta hérna út. Þá getum við tekið hleðsluna sem að væri þá 2+ og 2- sem er þá sama sem 0. Og hérna er hleðslan 0 allstaðar. Þannig að dæmið gekk upp. Næsta dæmi, byttum við, það er ennþá eftir, hvað er ekki, 6 mínútur? Jú. Þetta dæmi B. Og hérna er það líka súrlaust. Og hérna er það MnO4. Þetta er bara mínus. +Cl mínus. Mn2+ og klórgas. Hérna erum við komin með þetta sem ég var að tala hérna held ég bara strax í byrjun, þegar þið eru með þessi kvörf, áður við byrja að gera neitt, þá mæli ég eindregið með því að ef þið eru með 2 hér, þá er alveg ljóst að það þurfa að vera 2 klóratóm eða 2 klórjónir hvarfefna megin. Það er þægilega þegar maður fer að tína til þessar rafeindir að vera bara með þetta strax, þegar við fyrir svo margfalda með einhverju síðan. Þetta allavega hefur reynst mér vel. Síðan eru það þá oxunartölurnar. Hérna erum við með 4 × -2 fyrir súrefni. Útkoman er -1. Þannig að þetta er bara -8, þannig að mangan er þá með +7. Væri oxunartalan hér. Klór er bara -1, eins og Jónin segir fyrir og þá myndi ég segja hérna 2 sinnum -1.
-2 í allt. Hérna erum við bara með +2 eins og Jóni segir fyrir og hérna það 0 fyrir frumefni. Svo það þetta bókhald. Athuga hvernig hérna oxunatölurnar breytast frá hvarfefnum til myndefna. Þannig að hérna þá +7 niður í +2 sem þýðir að mangan að fá rafeindir. Sem þessu nemur eru það 5 rafeindir. Þannig að það þá +5 E-. Hérna erum við síðan með 2 sinnum -1 og í 0. Þannig að þarna klór verið að missa 2 rafeindir. Þannig getur sagt að það sé þá -2 sinnum bara 1 E eða bara -2 rafeindir. Og hérna, það sem við erum með 5 á móti 2, og það þurfa að vera jafn margar. Og það þá að Ragnar, já, í dæminu á undan, Já. þá varstu með plús hjá -2 og í 0. Það ekki þannig í þessu? Já, þú segir nokkuð, bíddu aðeins. Og það að hugsa hérna. Hérna fór ég frá +5 í +2. Og þá varstu með mínus. Já, þá ég að fá 2 rafeindir, það ekki? Jú. Almáttugur. Takk fyrir. Þetta örugglega eins og með hægri og vinstri og oxun og afoxun í gamla daga. Ég stórhættuleg. En að vissulega erum við að fá 2 rafeindir. Já. Takk fyrir þetta alveg. Og svo verið að taka mann upp að auki. En hérna allavega ef maður fer frá +7 niður í +2, þá það alveg hreina að þetta að fá 5 rafeindir og klór að missa 2 rafeindir. Þannig að þetta þá allavega rétt. Ok. Takk fyrir. Það gott að ég ekki fullkomnun að sinni mikill, þá ég bara lögst í þunglyndi fyrir löngu. Þannig að hérna margfaldum við með 2 til að fá 10 rafeindir og hérna með 5 til þess að fá út 10 rafeindir hérna líka. Og þá þegar mér þótt það þægilegt þegar við margfaldum með 5 hér að hérna erum við með 2 fyrir. Þannig að þetta þá 2 sinnum 5 eða 10. Þannig að þá getum að margfalda þetta strax 10 og bara til minningar þá var það sem sagt 2 sinnum 5. Það þá 5 fyrir framan. Og síðan fyrir mangan þá eru það 2 sem koma hérna fyrir framan. Þetta áttur að vera plús hérna á milli. Þannig að hérna þá búið að stilla, þessi fyrstu 4 skref búin og þá komið að því að bæta við vatni og svo hálfhús í framhaldinu. Hérna megin ekki neitt súrefni. Hérna hins vegar eru 2 og 4 eru 8. 2 og 4 8, þetta eru bara klór hér. Þannig að það þarf að bæta við 8 súrefnum á formi vatns hérna megin. 8H2O. Þá eru komið 8 súrefni hérna líka. Og síðan var það vetnið og það eina vetnið í dæminu eru þessi hérna. Ragnar. Já. Tíminn síðan ekki búinn? Heyrðu, svo hann búinn. Jú, það var bara eftir að gera hérna 16 hér og þá það +16H+ og þá eins gott að hérna hleðslan gangi upp. En hérna, heyrðu, já, segjum þetta gott. Við förum náttúrulega ekkert í við byrjum ekkert á neinu meira fyrir páska, þannig að við skulum bara taka morgundaginn í að stilla svona hvörf.
Ok, Heyrðu, takk fyrir tímann. takk sömuleiðis. Ég skal svo bara senda þér upptökuna. Takk, Viktor. Á ég að senda á Viktor? Já, ertu þarna ennþá? Já, ég er Já. inn. Á ég að senda þig og Fróða myndbandið sem að mér langar bara til að setja á námsvefinn. Þá getur sko sjötti... Máttalega senda á Fróða, sko, en mér er alveg sama. Mér er alveg sama. Þetta myndi þá, sko, ef þetta fer á námsnetið, þá er líka sjötti R og T sem að sér þetta. Það er alltaf leið. Já, heyrðu, takk fyrir. Bless, bless. Bye bye.